þetta bara kapitalisminni, þetta bara feðraveldið, þetta bara strúktúral rasismi, þá finnst mér bara einhver að hafa sett hérna svona svart box og ég setti merki með það. Ég þarf ennþá til að skilja hvað að gerast að opna boxið og sjá hvað inn í því og hver að gera hvað og af hverju til að skilja hvað að gerast og við erum alltaf, sko, ég fyrir mitt leiti mjög skeptískur á að við munum nokkuð tíðan komast á þann stað í félagsvísindum að geta verið með konkrét orsakaskýringar eða mælt nákvæmlega orsaka áhrif, við getum nálgast það en ég held bara að það sé ýmsar ástæður en það sem ég var mitt fór að stað með þetta var þessi sílóvæðing akademíunar það sko að fólk í mínum pælingum það gefur út í ákveðnum tímaritum og fyrir ákveðnar aðstæfnur. Við vinnum með ákveðnu fólki innan akademíunar. Svo fólk sem með gagnrýna kenningu, critical theory, þau fara á aðrar aðstæfnur og gefa út í öðrum tímaritum og við lesum ekki tímarit hvort annars yfirleitt. Og það sem gerist að hugmyndir mætast aldrei. Það verður aldrei þessi árekstur eða núningur hugmyndina. Svo held ég að þessi auka mekkanism á Íslandi er lítið og fræðasamfélagið ennþá minna og við verðum að láta okkur linda á kaffistofunni þannig að við ráðumst ekki á hugmyndu hvers annars og svo þetta jafnvel þannig að sko fólk sem hefur kannski verið í einhvern tíma, langan tíma og það hefur verið sko sérfræðingurinn á þessu svæði þegar Íslandi þá allir eitthvað Íslands og sem sagt ef kemur ykkur annar og byrjar að rannsaka það þá finnst fólki eins og sé vera að taka eitthvað að því að sé vera að ráðast inn á þeirra svæði sem dálítið skrítin hugmynd líka því að þú veist, maður getur ekki átt viðfangsefni. Hver sem getur labbað inn í hvað viðfangsefni og byrja að rannsaka það. Og ef maður ósáttur við niðurstöðunir til þau hafi gert af vanþekkingu, þá getur maður gagnrýnt það. Það bara ekki